Menn segja að fara dómstólaleiðina, sko, það ekkert víst að það verði einhver dómstólaleið. Icesave bara verður ekki borgað, það fer ekki neitt, en það verður ekkert úr því og á endanum næst einhvers konar samkomulag að ganga frá því með einhverjum hætti. En það geti tekið tíma og það geti tekið úr okkur tennurnar. Það gæti tekið tíma. Ég held að ef að menn sko leggja spilin á borðið hreint og segja sko hér bara staða Íslands í þessu máli, að það væri hægt að fá þetta afgreitt eins og við lögðum til í upphafi, að Bretar og Hollendingar fá þrotabú gamla Landsbankans. Ef það eitthvað eftir sem að vantar að greiða upp í Icesave, þá sé það bara eðlilegt og sanngjarnt að það dreifist jafnt á allar 3 þjóðirnar. Það fyndist mér vera eðlilegasta niðurstaðan og sanngjarnasta. En eins og það liggur fyrir á þinginu í dag, að þá þetta allt of mikil áhætta fyrir okkur að samþykkja. Niðri í bæ daginn eftir spyr ég okkar mann enn og aftur fortíðina. Hann hafði komið sér vel fyrir í Bandaríkjunum, en af hverju þá Ísland? Ég kom heim í tvígang yfir sumarið og kannski má kalla þetta eina af þessum tilviljunum, að ég sat við hliðina á fullorðnum íslenskum hjónum í bæði skiptin sem voru á leiðinni heim til Íslands sumarið. Þau höfðu flutt til Bandaríkjanna fyrir einhverjum 40-50 árum til þess að fara og vinna og ílendust þar og voru svona að koma heim til Íslands í frí, þau voru komin á eftirlaun. Í báðum þessum ferðum, sko, og þetta var sitthvort fólkið og þekkti ekki hvort annað en eitt, þá sögðu þau mér það að það sem þau sæju mest eftir var að hafa yfirgefið Ísland og eitt ævinni í Bandaríkjum. Og mér fannst þetta svo sláandi og þetta bara, ég óttaðist að sitja uppi með þetta eftir sko 40 ár í Bandaríkjunum að ég sæi eftir því að hafa flutt frá Íslandi. Og þetta hafði bara var afgerandi þáttur í því að ég náttúrulega var búinn að kynnast Bandaríkjunum vel og þetta ekki mannvænt samfélag að búa í og sérstaklega ekki með fjölskyldur. Þetta hálfgert barbari miðað við það sem við þekkjum hér og í rauninni ef að maður vill búa sér til einhvers konar gott líf þá Ísland, eða var Ísland þá allavega góður staður til að gera það. Það hefur slegið í baksegli núna heldur betur. Þú ert bara að breyta kúrs. Já, ég meina við höfum alla burði hérna til þess að búa til þetta nýja Ísland sem gæti verið svo miklu mannvænna. Það þarf ekki að vera sko klafi á fólki alla ævi eða eignast þak yfir höfuðið. Þetta bara fyrirkomulag sem að sko stjórnmálamenn hafa búið til vegna einhverja sérhagsmunaafla sem að þurfa á peningum að halda. Þess vegna eru menn klyfjaðir af íbúðalánaskuldum ævilangt. Þetta þarf ekkert að vera svona. Þetta eru sko aðstæður sem eru búnar til af mönnum sem að hafa hagsmuna að gæta og hafa aðganginn í stjórnmálaflokka og lagasetningu. Kaupa sér aðgang að ráðherrum í gegnum maka þeirra sem að vinna í bönkum. Ég meina þetta er bara standardferli hvar sem að í heiminum, í löndum þar sem stjórnmálin eru spilt. Forsætisráðherra státa sig af því að Björgólfsfeðgar heimsækjan stundum oft í viku ef þeir eru á Íslandi, eins og Geir Haarde gerði. Fyrir sko 3 árum hitti ég háttsetta breska menn í breska fjármálaráðuneytinu og þeir sögðu bara að við létum rannsaka þessa menn á sínum tíma þegar þeir keyptu Landsbankann og voru að setja upp útibú hér í Bretlandi. Og við vitum það að þeir voru bara í viðskiptum við vafasöm öfl í Rússlandi. Og ég sagði að það hefði nú verið mikið talað þetta hérna á Íslandi á sínum tíma en ekkert komið út úr því og hann sagði að það kom ekkert út úr því hjá ykkur af því að þið rannsökuðu það ekki. Við einfaldlega skoðuðum málið. Þannig að þetta svona, í öðrum löndum þetta kallað bara gjörspilling, sko. En hér svona tipla menn svolítið á tánum í kringu þetta. Og við sjáum, sko, þetta gamla Ísland alltaf skjóta upp kollinum, hvað eftir annað. Viðsnúningur Sjálfstæðisflokksins í Icesave-málinu svona, held ég, dæmi það.
eins og Bjarni sagði bara upp í bandaríska sendiráðinu sem af Wikileaks lag svo að hann væri bara playing politics with Icesave sko, þegar hann var á móti því á sínu tíma. Eldgamla Ísafold. Og hann bara að því ennþá, hann bara playing politics with Icesave. Hann fær eitthvað í staðinn núna. Ástkæra fósturmold. Icesave 1 og 2, þá fékk hann ekkert í staðinn, þannig að þess vegna var hann á móti því sko. Fjallkonan Fríð. Já, ég meina, það er langt í land og það er ekkert víst að við komumst í land, en við verðum að halda áfram að róa. Og hagfræðingurinn Þór Saari hefur reiknað það út svart á hvítu að kapitalismi borgi sig ekki, gangi hreinlega ekki upp, takk fyrir og góð morgun. En hvað með spillinguna á Íslandi í dag? Við báðum þingmanninn að koma með skýr og klár dæmi og draga nú ekkert undan. Já, við náttúrulega getum tekið dæmi sem HS Orku, af því að það er nú alltaf verið að mæra hér erlenda fjárfestingu. Í fyrra skilaði HS Orka 6,8 milljarða króna hagnaði. Reykjanesbær fékk 50 milljónir af því. Já, bara skítir í. Já, bara skítir í. Þetta er bara eins og strætómiði sko, upp í ferðalag til tunglsins. Sko. Skiptir engu máli. Þetta er 0,8% af hagnaði. Og þessi 6,8 milljarðar fara náttúrulega bara til Kanada í staðinn fyrir að fara til Reykjanesbæjar sem svo sannarlega hefði nú þurft á þeim að halda. Þetta er þessi erlenda fjárfesting sem að sumir og heilu stjórnmálaflokkarnir mæra svo mikið. Ross Beatty, sá sem á Magma, hann lánar persónlega fyrirtækinu $20 milljónir á 8% vöxtum með 2,5% lántökugjaldi. Á sama tíma og vextir á alþjóða fjármálamörkuðum eru svona 1 til 1,5%. Hugsaðu það. Þetta er bara verið að ræna arðinum af auðlindinni og fara með hann til útlanda. Og það eru, eins og ég segi, stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar sem að halda því blákalt fram að þeir séu að gæta hagsmuna Íslendinga með því að heimta að fá svona fyrirtækin í landið. Þeir eru að gæta einhverja annarra hagsmuna sem eru einhvers staðar undir yfirborðinu og þurfa náttúrulega að koma í ljós því að